Komið þið sæl og velkomin í Landsbyggðir. Gestur þáttarins að þessu sinni Guðrún Tryggvadóttir sem nýr formaður Bændasamtaka Íslands. Velkomin. Takk fyrir. Þú tókst nú í raun og veru við með ég tiltölulega skömmum fyrirvara. Já, bara óði verkefnið. Þú varst sem sagt varaformaður þá væntanlega. Já, ég búin að vera það í ár. En þú, ég þekki nú ágætlega til sem sagt, félagsstarfa innan Bændasamtakanna, hefur tekið virkan þátt í félagsstarfum væntanlega í gegnum tíðina? Já, ég búin að vera formaður Búnaðarsambands við Þingeyinga núna í þó nokkur ár og þar sem ég kom fyrst inn í félagsstörf bænda, svo sem búin að vera brasla í alls konar félagsstörfum þar á undan. En þar kom ég fyrst inn í bændagerann. En þú hefur ekkert verið mjög lengi í stjórn Bændasamtakanna þannig lagað? Nei, bara núna í rúmt ár. Þannig að ekki búin að vera það lengi. En þetta hefur væntanlega ekkert sérstaklega verið á dagskránni á þeim tíma að gerast formaður, jafnvel þó hafir gerst varaformaður og mátt alltaf búast við öllu? Nei, ég var svo sem ekkert farin að, ég var ekkert á leiðinni þangað. En hins vegar náttúrulega bara ef maður tekur að sér að vera varaformaður, þá náttúrulega ef maður bara verður maður tilbúið þegar að kallið kemur. En þú býrð í Svartárkoti í Bárðardalnum, það nú töluverðu spotti fyrir þig á kontorinn í Reykjavík? Já, en sem betur fyrir flugvélaleiðinni, þannig ég er klukkutíma að keyra hingað. Og svo náttúrulega þetta bara hálftíma, 40 mínútna flug, þannig að þetta alveg framkvæmanlegt, sko. Búreksturinn hjá ykkur sem sagt, í Svartárkoti, hvernig hann samansettur? Við erum með sauðfjárbú, við erum með 360 kindur og við búum ég og maðurinn minn og systir mín og maðurinn hennar saman og erum líka í ferðaþjónustu og svona alls konar hliðarverkefnum. Þannig að þetta er ekkert ægilega stórt eða óviðráðanlegt bú, þannig að þetta bjargast alls saman. En þið eru satt í matvæla framleiðslu, það er satt sauðfjárbú og síðan það þá líka hvað fiskeldi eða? Nei, við erum að reykja fisk, við kaupum fisk og reykjum. Þannig já, við erum í matvæla framleiðslu líka. En þetta töluvert afskekkt eða hvað? Í hugum okkar minnst að kosti hérna í þéttbýlinu. Já, við skulum ræða það aðeins. Þetta er vissilega langt frá og þetta er svolítið inn í miðju landi. En ég var mjög oft spyrjað þessu, þið ekki rosalega afskekkt, þetta ekki erfitt? En málið er bara að, þetta er alveg nokkru kílómetrar í burtu. Þetta einhverjir, hvað eftir að göngin komið þetta ekki einhverjir 8-10 rúmir kílómetrar hingað. Til Akureyrar og göngin eru þá sem sett Vaðlaheiðargöng? Já. En í rauninni nei, þetta er ekkert afskekkt, ekki með þeim tækjum sem við höfum í dag til að komast og þeirri þjónustu sem er bara í að halda vegum hreinum og svona. Þannig að þetta er bara spurning að gefa sér smá tíma til að komast á leiðarenda. En hvernig verða vikurnar og mánuðirnir hjá þér sem þá formaður fram að næsta aðalfundi í það minnsta? Ferðu þá suður á mánudögum og kemur aftur heim á föstudögum eða hvað? Nei, planið er að fara og vera 2 daga í viku í Reykjavík og þegar þetta verður komið aðeins inn í form þá stefnir ég að vera mánudag og þriðjudag fyrir sunnan. Hins vegar núna erum við bara með aðildafélagsfundi og alls konar svona verkefni sem maður þarf að taka á. Þannig að þetta verður meira núna fram á vorið og ekki alveg eins reglulegt. En þó að þú ætlir nú bara að vera fyrir sunnan sem sagt, í 2 daga í viku, já, þá eru nú ansi margir tölvupóstar og þú ert mikið í símanum vantarlega. Já, en ég get náttúrulega verið það heima. Og við náttúrulega bara búum á þessu vel í dag með alla þessa tækni sem er orðin. Ég er með ljósleiðara og við erum að nota Skype og svona, þannig að við getum unnið svo mikið með tækninni. Þannig allt snýst þetta bara að finna bestu leiðin til að láta hlutina ganga upp. Þannig að þetta er ekkert mjög flókið og ekkert stórt vandamál? Nei, hlutin eru aldrei flóknir nema að gera það flókna, það ekki. Þannig að ég held sér bara, þetta er bara spurning að finna bestu lausnirnar og náttúrulega skipulag. Ef við tölum bara almennt landbúnaðinn eða þú horfir niður á alla greinina sem er ansi fjölþætt í sáttmála ríkisstjórnarinnar, þá talað að byggja landið allt og
það verður meðal annars gert þá með landbúnaði. Hvað segir þú um þessar pælingar allar að byggja landið allt? Þar skiptir landbúnaðurinn miklu máli. Já, landbúnaður náttúrulega bara eina grunnstoðum þess að við búum hér á Íslandi í rauninni. Þannig það rosalega mikils virði fyrir okkur öll sem Íslendinga að landið okkar sé sem mest byggt. Það ekkert gaman að svona eyðilandi. Og það líka bara svo mikilvægt að það sé hugsað landið. Og það er eitt af því sem að bændur gera. Þannig að ég hef fulla trú að við eigum eftir að vera með öflugan landbúnað allt land og við höfum talað fyrir fjölskyldubúum bændarsamtökin. En engu að síður þá nú staðan svo að bændum þeim hefur líklega fækkað umtalsvert á síðustu árum, eða ekki? Jú, það er rétt. Okkur hefur fækkað og við erum bara núna að fara að vinna í svona vinnu fyrir bændur og fyrir bændarsamtökin og það er eitt af þess að við þurfum virkilega bara að skoða hvað okkur má ekki fækka endalaust. Og það bara skiptir líka gríðarlega miklu máli upp á samfélag. Samfélag byggist ekki upp af mjög fáum. Það er mjög flókið samfélag. Bara þú ætlar að hafa skóla og halda upp í svona grunnþjónustu sem þarf að vera til staðar. Þannig við þurfum líka bara félagskap. Fólk þarf almennt félagskap. Þannig að við þurfum virkilega bara að skoða þessa þróun og ég held okkur megi bara ekki fækka mikið meir. Það er bara þannig. Í hvaða greinum svona helst fækkun? Er það sauðfjárbúnaðurinn og svo hvað mjólkurbúin? Þannig að það hefur verið að fækka mjólkurbúum. Ég er bara ekki alveg nú vel að mér í fjölda sauðbúa. Við höfum verið að fækka kindum á búum. Ég held að fækkun hafi meira verið þar. Ég er ekki viss að hafi fækkan droslega mikið sauðbúum. En andlega erfitt að sjá fyrir inn í framtíðina. En það er gríðarlega mikilvægt bara upp á að ná til dæmis bara að smala, að við séum ekki með allt of fá bú. Og þetta er líka bara mjög svona, ég veit ekki, að mörgu leyti samheldin starfsgrein og menn vinna mikið saman. En mörg bú þau hafa stækkað á undanförnum árum og það kannski á einna helst við í kúabúskapnum. Já, það á meira verið þar. Við eigum ekki rosalega mörg stórfjárbú kannski. Og í rauninni svona, ef við horfum á stóru myndina í heiminum þá erum við með afspyrnu lítil bú hérna á Íslandi. En þetta eru fyrst og fremst svona fjölskyldu fyrirtæki, getum við sagt. Langstærstur hluti í landbúnaði Íslandi eru það og það er það alltaf bæði í mjölkinu og sauðfénu. En tækniframfarirnar þær eru mjög miklar, þannig kannski svona það er ýmislegt að breytast í landbúnaðinum ef við tökum þá bara mjólkurframleiðsluna, það er verið að róbótavæða mjög víða. Já, ég meina það er búið að breytast rosalega mikið síðan að af og amma voru að alast upp og búa og á ótrúlega stuttum tíma. Þannig að það er eins í landbúnaði bara eins og öðrum greinum og þessi tækni gerir starfið í rauninni bara öðruvísi og einfaldara eða auðveldara, svona líkamlega auðveldara eins og með róbótana. En menn halda stundum að það að vera með róbót því að fólk geti bara setið inn í sófa og horft á sjónvarpið. En það er alls ekki þannig. Þetta bara breytir vinnunni. Að vinnan er öðruvísi. En sérðu þessa þróun halda áfram að búum þeim fækki og stækki? Ég ætla bara rétt að vona ekki. Við þurfum að hafa bara í rauninni ákveðin fjölda og við þurfum svolítið að sjá það út bændur hvaða fjöldi það er. Ég held að, eins og segja áðan með bara upp á samfélagið og allt það, við megum ekki verða of á. En þetta er svona á við eins og allar aðrar atvinnugreinar að það er alþjóðleg samkeppni og þá kannski spyrja menn hagræðingu og þá kannski gerist það einmitt með stækkuninni. Já, en er það leiðin sem við viljum fara? Við erum ég veit ekki, ég held að við eigum ekki bera okkur sama við einhver bú í Mið-Evrópu.
Ég held að það sé ekki þar sem við viljum vera Íslendingar. Auðvitað getum við verið með bara mjög mjög stór bú, en hvað erum við þá að gera? Þá erum við bara að breyta landbúnað á Íslandi algjörlega. Þá erum við að algjörlega taka út þessi fjölskyldubú og við erum að setja okkur í bara allt aðrar aðstæður. Við erum mikið að tala í dag þann hreinleika sem íslensku landbúnaður býr yfir og er bara ómetanlegur og við kannski förum að hætta því ef við ætlum að fara að vera með, við erum að skemma kannski bara fyrir okkur ef við ætlum að fara að vera með einhver rosalega stór bú. Þá ertu bara að koma með allt aðrar aðstæður. Matvæla öryggi, það svona hugtak sem mjög til umræðu núna og umræðan hefur svolítið svona, hún hefur aukist hvað þetta varða allt saman. Já, ég meina, við þurfum öll að borða og við þurfum að vera bara með það að reyna að við fáum að borða og þetta ég veit ekki, umræðan hleypur stundum svona hingað og þangað á ýmsum vettvangi, bæði á netmiðlum og annars staðar. En grunnurinn að ég held að við þurfum að bara aðeins að staldra við og hugsa. Og við þurfum að tala aðeins meira saman, allir Íslendingar. Við viljum að sjálfsögðu hafa öruggan mat vegna þess að við búum við það á okkar yndislega landi, lengst frá öðrum og það bara alls konar aðstæður sem geta komið upp sem gera það verkum að ég veit ekki, ef við erum ekki okkur sjálfum nóg með mat að bara við fáum ekki sendinga mat. Ég muni sjáum bara þess að stutt síðan bara eins og þegar Eyjafjallajökull gaus og það var truflun á samgöngum. Það var bara svona smá. Ég muni það getur bara svo margt gerst og ég held líka bara að þetta bara svona hluti af okkar ímynd að rækta landið og búa til mat og borða góðan mat. Því ég vil meina að við séum að framleiða rosalega góðar vörur hérna á Íslandi. Þannig að þetta kannski svona, í og með bara líka bara sambland af því að við séum bara sjálfstæð þjóð í raun og veru. Já, ég allavega horfa á það þannig. Ég held að við þurfum að byggja undir bara allar þær stoðir sem við höfum. Við erum búin að stunda hérna sjávarútveg og landbúnað bara frá nánast öru og velda. Við erum að sækja fram á gríðarlega mörgum sviðum Íslendingar. Ég meina þú sér bara eins og fótboltalandsliðið okkar sem þetta ætti ekki að vera hægt. Það ætti ekki að vera hægt að ná svona árangri á þessu pínlitla landi. Við höfum einhverja svona sérstaka, má ég segja, dýnamík bara hérna sem við heldur þurfum að bara virkilega varðveita og nýta okkur og já, ég held að við þurfum bara svolítið að átta okkur á hvað við höfum og hvað við eigum. Við eigum rosalega flott fyrirtæki sem eru í alls konar hugbúnaðarvinnslum og að gera flotta hluti. Við höfum bara allt, hérna öll tækifæri. Þú, væntanlega ert í ágætis tengslum við þitt fólk, við bændur víðsvegar landið og hefur setið bændafundi, bara svona almennt séð þegar þú ert að tala við bændur, hvernig hljóðið í þeim þegar umræðan fer inn á þessar brautir og með framtíðina? Meinar þá með bara svona hvernig hvað segja bændur? Hvað segja bændur? Bændur segja eiginlega bara allt gott, sko. Ég held að við erum alltaf af og til að horfast í augum við ýmsa erfiðleika, en samt sem áður þá erum við líka með í höndunum ómetanleg tækifæri og ég held að íslenski bændur vilja bara halda áfram að framleiða góða vöru og gera eins vel og þau geta og það ekki þar með sagt að við getum ekki bætt eitthvað sem við erum að gera, við getum örugglega gert það en við viljum eiginlega bara fá að lifa hérna og starfa í sátt við þjóðina okkar og við séum svona öll einhvern veginn að vinna í átta sama markmiði. Gera gott bænda. Ég get alveg ímynda mér að svona, meðal aldur bænda hann sé ansi hár. Hvað með nýliðun, er hún nógu mikil? Já, það alveg rétt, meðalaldur bænda býsna hár. Það einhver nýliðun í gangi. Ég hef engar svona, ég get bara ekki alveg svara nákvæmlega,
hversu mikil hún er, en hún alveg í gangi og menn að gera nýja hluti og prófa sig áfram í framleiðslu og gera eitthvað nýtt með það sem verið að framleiða nú þegar og ég held að ungt fólk hafi alveg áhuga á að vera bændur og það alveg ofboðslega gott að búa í sveitinni og ég held að ef að við næðum bara virkilega að gera öll skilyrði þannig að það væri tiltölulega auðvelt fyrir ungt fólk að koma og setja stað í sveitinni að þá held ég að sé engar áhyggjur að hafa sko. En það nú ekki tiltölulega einfalt, þetta mjög dýrt startgjaldið. Já, það er það. En þetta kannski bara eitt af því sem við erum að skoða svolítið bara til framtíðar öll saman, hvaða stefnu ætlum við að taka? Og ég held við séum svolítið á því tækifæri núna. Þegar maður svona keyrir sveitir landsins til dæmis á sumrin, sérð þú til dæmis einhver svona sóknarfæri í að bændur þeir þurfa ekkert endilega að hver og einn að eiga græjur til þess að heyja alveg bara sín tún. Hvað með verktökur til dæmis? Er þetta að aukast og þar með að bændur þurfa ekki að eiga allan sinn vélakost? Eða tækjakost? Það náttúrulega talsvert verktöku og hefur verið að aukast og menn eru komið með mjög stórar og fínar græjur í það og það ég veit ekki hvað stór hluti en það samt tólsverður hluti bænda sem að nýta sér svoleiðis. Hins vegar það sem að kannski líka pínu flókið að sumarið okkar ekkert mjög langt og við erum mjög mikið að vinna þetta á sama tíma. Þannig að ég held þetta verði alltaf að vera í bland. Bæða með eigi og reykdeki og svo líka að það sé verktaka. En við erum eins og við þekkjum öll að við vildum gjarnan hafa fleiri sólardaga og hafa oftar veður sem vinnur með okkur sem alltaf bara mismunandi, þannig að við þurfum alltaf að vera alltaf búin. Ferðaþjónusta bænda, hún hefur aukist mjög á undanförnum árum. Þar eru sóknarfæri. Já, það þetta eru margir bændur sem að bjóða upp á ferðaþjónustu eða gistingu. Þeir eru að einhver leyti tengja þetta við búið sitt. Þannig að fólk að fá allt aðra upplifun heldur en að vera einhvers staðar á hóteli. Og ég held að það sé mjög áhugaverð leið og fullt að tækifærum með því. Bændurnir, þeir eiga afurðastöðvarnar. Já. Og það sjálfsagt kostur og galli við það allt saman. Hvað segir þú? Er þetta góð blanda að bændurnir eigi afurðastöðvarnar og svo sér maður alltaf af og til að bændurnir þeir eru að húsgama afurðastöðvarnar fyrir að borga sér ekki nógu hátt afurðaverð? Eigum við ekki bara að segja þetta sem flókið hjónaband? Þetta það náttúrulega fyrirtæki, þau reyna að reka sig bara með þeim hagnaði sem þau geta og finna það leiði sem þau geta og við erum klárlega ekki alltaf sammála einmitt bændur og afurðastöðva, það bara þannig. En ég held að í þessu eins og svo mörgu öðru þá þurfum við bara einhvern veginn að efla þetta samtal og reyna að komast á betri stað. Við þurfum bara að fara í nokkuð svona hjónabandsráðgjöf sennilega með þetta. En sumir segja að bændur þeir séu ekkert neitt sérlega svona markaðslega sinnaðir eins og afurðastöðvarnar náttúrulega þurfa að vera. Jú, ég held að bændur séu nú býsna markaðslega sinnaðir sko. Þannig er allir bændur að reka fyrirtæki en við erum kannski ekki alltaf öll sammála hvernig það sé best en við erum alltaf bara núna með margar afurðastöðvar. Við erum rosalega lítið land og við erum rosalega lítill markaður og við höfum kannski ekki verið bara í nógu góðu jafnvægi alveg en við erum að komast þangað. Þannig að þau eru bara... Sérðu það fyrir þér að afurðastöðvum fækki? Ég held allavega að það sé eitthvað svona sem verða að skoða. Þetta er flókið, þetta er rosalega flókið. Við erum búin líka við ákveðna fjarlægðir. En
Klálega verður að vera einhver þróun þarna eins og annar staðar. Og svo eiga bændurnir, þeir eiga líka sem sagt mjólkursamsöluna sem nú ansi stórt fyrirtæki á íslenskan mælikvarða. Já. Og mjólkursamsalan hefur náð gríðarlega góðum árangri. Þar var þetta sameinað undir einn hatt og ég held að séu eiginlega allir sammála að þarna hafi náðst gríðarlega góður árangur. Þessi, já, það er hérna, ég held ég reynt að vinna eins vel úr hlutum og hægt sem skila sér til þess að við erum með tiltölulega lágt verð á mjólk og við erum með frábært vöruúrval og við eigum greiðleg tækifæri því og þetta er frábært að hafa aðgengi þessum vörum. Þetta er eitthvað sem við höfum talað fyrir í kjötiðnaðinum líka, að það sé elt samstarf, en við erum bara búin að gera heiminn okkar svo flókinn að þetta er mjög mismunandi sjónarhorn, en auðvitað gætum við kannski bara gert miklu betur. Ertu þá að tala til þess með lambakjöti að það sé hægt að setja þá meira í vöru þróun og markaðssetningu og alls konar? Já, bara nýta betur, hafa kannski líka bara betri yfirsýn og ég held að sé eitthvað sem væri gríðarlega mikilvægt. Þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir landbúnaðinn. En við erum alltaf einhvern veginn að togast á milli mismunandi geira í staðinn fyrir að bara reyna að vinna meira saman. Hvað með, bændur eru farnir að auka það mjög að selja sínar afurðir beint frá bíli og að vinna sjálfir? Já, það hefur verið mikil aukning í því og þessi millilausu viðskipti. Ég veit ekki hvort þú hefur heyrt Reko sem er bara, ég ætla nú ekki að fara að reyna að slá mig á finnsku, þetta kemur þaðan uppalega, en þetta þýðir bara sanngjörn milliliðalaus viðskipti. Og það er eitt af því sem er bara mjög áhugavert og vaxandi og er bara í rauninni að reiða sér til rúms hérna á Íslandi. Að menn er að kaupa bent af bændum og þá ertu líka, fyrir þá sem er að versla, þá veistu meira hvað þú ert að fá vöruna. Þú hittir viðkomandi aðila og færð aðeins meiri tengingu og ég held að það sé rosalega gott. En regluverkið í kringu þetta allt saman, það er nú þó nokkuð flókið og mikið að bara fá leyfi til að selja sínar afurðir. Já, menn þurfa vissulega að vera með aðstöðu í lagi og í rauninni við viljum hafa vörurnar framleita þannig að þær séu bara við sem bestar aðstæður. Við getum svo alveg deilt hvort að regluverkið sé sums staðar of þröngt eða of flókið, en klárlega viljum við alltaf framleiða bara sem besta vörur og hafa þetta eins örugt og hægt er. Það er að koma núna spretta upp þá eldhús sem eru vottuð og með öll leyfi, bara nánast í hverjum landsfjórðungi. Sérðu, þetta hlýtur að hjálpa til í þessum efnum einmitt? Já, þetta er orðið býsna útbreitt og ég til dæmis sjálf, ég kaupi alltaf nautakjöt beint frá bónda. Því við erum náttúrulega ekki að framleiða það sjálf. Og mér finnst rosalega gott að vita bara hvaðan varan sem ég er að neyta kemur og ég reyni að gera þetta líka í grænmetinu aðeins. Það er bara svolítið langt frá mér sumt. En svo er það þá kannski spurning að ef þetta allt saman eykst mjög mikið, eru bændur þá hugsanlega líka þá að samaskapi að grafa undan afurðastöðvunum sjálfum sér? Nei, ég held ekki. Þetta er bara aðeins önnur nálgun fyrir kaupendunar í rauninni og ég meina það er allir að borða þá kjöt. Þannig ég sé þetta ekki sem samkeppni, ég sé þetta bara sem eiginlega breiðari flóru. Hvað segir nýr formaður bændasamtaka Íslands að útlendingar fái að kaupa jarðir? Eigum að taka eitt þátt í það. Heyrðu, þetta er eitthvað sem bara þarf verulega að fara varlega í. Og við þurfum
við þurfum bara virkilega að vanda okkur og hugsa vel hvert við ætlum að stefna með þetta land. Ég held að við séum svolítið þar, sko. Og þar sem bændur búa, þá eru þeir að hugsa landið sitt. Þar sem þú ert komið með land í eigu einhverja sem eru sjaldan, aldrei, veit ekki, þar, hver að hugsa það? Ertu þá að vísa til þess að það eigi að setja svona ábúða skyldu á landeigendur eða eitthvað? Ég held allavega að við þurfum verulega að skoða þessi mál. Hvort það eigi að vera ábúða skylda, veit ekki, kannski. Við þurfum allavega að skoða, við þurfum virkilega að skoða hvert við erum að stefna. Hlutinni með ekki gerast bara. Við þurfum að setja okkur svolítið svona markmið. Þú ert svona því að tiltölulega nýbúin að taka við formennskunni og við erum að renna inn í sumarið, heiskapurinn og allt það. Hver svona í að verða þín svona helstu svona áherslumál sem formaður Bændasamtaka Íslands? Við erum núna bara alveg á næstunni að fara að svona safna, við bara móttökustefnu. Við þurfum að setja okkur markmið, íslenski bændur, og ég held að það sé mjög mikilvægt að við reynum að gera það sem mest saman. Þannig við komum til með að vinna það bara í samstarfi við aðildarfélögin okkar. Og ég hef sagt áður og segið aftur að það er gríðarlega mikilvægt líka bara við íslenski bændur þjöppum okkur meira saman og vinnum meira saman. Við erum með bæði ólíkar búgreinar og svona mismunandi landsvæði, við erum bara með ólík skilyrði, búsetuskilyrði, og við þurfum svona, við þurfum bara svolítið einhvern veginn að ná betur saman. Ertu bjartsýn fyrir hönd greinarinnar svona almennt? Já, ég er bjartsýn fyrir hönd greinarinnar. Það er alveg þannig að það er einstakt að fá að búa á þessu landi og með þau tækifæri sem við höfum. Og ég held að ef við bara verður haldið rétt á spöðunum, að þá í landbúnaður eftir að blómstra hér. Guðrún Tryggvadóttir, formaður Bændasamtaka Íslands, þakka þér fyrir spjallið. Takk sömuleiðis.